byrjar á því að selja litla eign og sá sem var í litlu eigninni fer í aðeins stærri eign, sá sem var í aðeins stærri eign fer í hæð, sá sem hæð fyrir einbýlishús. Og þetta svona 4 þrep og ég hef verið að greina tölur og þá þetta mjög augljóst að úrtak lítilla eigna á sama svæði, þá getur gert ráð fyrir því að innan 6 mánaða þá verður svo hækkun að allavega stórum hluta að koma inn á einbýlishúsið. Og það sem að mér finnst svo sko skrítið í þessu að við náttúrulega tókum fyrsta þrepið og fórum að vera með einhvers konar alls konar skrýtna hvað bæði, hvernig þetta byggt, hvernig fjármagn, hvernig lántaki, hver mátti byggja, hvernig þú mátt byggja, af hverju þú ert að byggja, hvernig íbúðir. Það verður að vera ákveðið mikið hlutfall að vera í leigu, ákveðið mikið hlutfall að vera að fara inn í féló, skilurðu, og þeir verða alltaf með að selja þær íbúðir á undir kostnaðarverði. Og þar þarf náttúrulega að fara að endurspegla beint inn í eignina sem þeir geta síðan selt. Og það sem náttúrulega að mínum mikilvægast þátturinn og það ég pæli mjög mikið í fjármagnsliðina þessu að ef ég þarf að koma með 2 milljónir inn í þessa eign, ríkið borgar hluta 20% og lántaki tekur hinn 80%, nei 75%, þá ég alltaf komið með 5% fjármagn, það miklu auðveldar að safna fyrir íbúð, það samt sem að það jafn erfitt að safna fyrir hinum íbúðunum, væntanlega myndast gjá þarna á milli. Þess vegna var sem hlutdeildarlánin svo ótrúlega heimskuleg, ekki bara fyrir þá sem að fara að kaupa, heldur líka fyrir þá sem að fara að kaupa hina eigninar. Og þetta hækkar rauninni verðið á þeim og þú ert bara komin með einhverja gjá út af því að þrepið á milli 1 og 2 orðið svo mikið. Og ég varaði við þessu þegar þetta var sett á laggirnar á sínum tíma, en þetta bara, við erum með einhverja svona hugmynd það að það sé bara voða gott fólk með Jesú-komplexa að rétta lyklana. Ég góð manneskja og ég ætla að rétta lyklana hérna.